Komið blessuð og verið velkomin með okkur í Braggann góða, í Hvíta máva. Gestur dagsins ung kona. Hún sögð rithöfundur í símaskránni, hefur skrifað bækur, hún kennari, kennir á háskólastigi, svo móðir og margt fleira. Brynhildur Þórarinsdóttir, rithöfundur, hún ætlaði að setjast þarna með mér og spjalla við mig. Þið eru velkomin. Brynhildur, velkomin. Takk fyrir. Hvað fjallar síðasta barnabókin? Já, það góð spurning því að ég á sjálfsvöldi erfitt með að telja eða benda á því að annars vegar ég að skrifa barnabækur fyrir hinn frjálsa markað, getum við sagt, jólagjafamarkaðinn, og þá síðasta bókin mín Blávatnsormurinn, sem Blávatnsormurinn. Ævintýrasaga sem gerist í ímynduðum sólarfirði hérna einhvers staðar á Íslandi. Já. Fantasía fyrir litla krakka sem eru svona nýfarnir kannski að lesa sjálfir, 7-8 ára. Og hins vegar ég að skrifa bækur inn í skólakerfið. Ertu líka inn í skólakerfið? Já, þar nýjustu bækurnar mínar gefnar út af Námsgagnastofnun, eða Menntamálastofnun eins og hún heitir núna. Já. Það eru endursagnir enn og aftur á Íslendingasögunum, það þá Njála og Egla fyrir unglingadeildir. Og svo svo allra nýjasta reyndar væntanlega núna í byrjun maí, og þá ég að vinna fyrir breska skólakerfið. Nei, hei. Gefið út fyrir breskt skólabókaforlag eða Oxford University Press. Hvað skrifar þar? Íslendingasögunar, nema hvað. Íslendingasögunar. Hvernig ferðu með þær þá? Já, vonandi. Fólk verður að skilja. Vonandi vel. Ertu með nútímamál? Já, nútímamál, en samt verða auðvitað, og sérstaklega að skrifa fyrir íslenska markað, þá verða auðvitað orðatiltækin og tilsvörin að halda sér. Þetta svo stór hluti á íslenska orðræðu að svara með því að vísa í Íslendingasögurnar. Ertu þá með svona litla tölustafi fyrir ofan og tilvitnun í hvað það þýðir? Nei, ég ekki með það. Ég reyni frekar að skrifa þannig að skiljist það samhenginu, því að þegar krakkar að lesa þá lesa textan, þeir ekkert að fara í neðanmálsgreinar eða leita sér neitt þannig. En hins vegar ég með sérstaklega Íslendingasöguna sem ég hef gert fyrir mál og menningu, sem enn einn flokkurinn hjá mér. Já. Þar ég með svona skýringar til hliðar, en það þá fyrst og fremst skýringar á samfélaginu. Því að reyna að láta textan halda sér þannig að hann sé læsilegur og spennandi. Krakkar þurfa þetta heila frásögn og heilstætta persónur til að sökkva sér ofan í bókina. En svo þarf að útskýra hluti bara eins og stöðu kynjanna, stöðu barna, þessa samfélagshópa sem hafa allt aðra stöðu á miðöldum heldur en núna. Þrælahald til dæmis. Já, þú skýrir það. Ég skýri það. Stöðu fólksins á þessum tíma. Já, ég skýri það. Samfélagið, hvernig var það uppbyggt, á hvað trúðu menn, hvernig bjuggu menn, hvernig voru vopnin, hvað eru menn að brasa. Þannig að það svo margt fyrir utan textan sem þarf að skýra. Og þetta fyrir skólakerfið? Þetta, já. Þetta bara verið fyrir mig? Þetta fyrir þig. Já, ég verð nefnilega að viðurkenna það sko. Þegar ég byrjaði að gera Íslendingasögur fyrir börn, þá sá ég fyrir mér krakka, ömmur og afa að kaupa og gefa börnunum sem gerðist. Já. En það sem ég reiknaði ekki með var að skólarnir tæki svona vel við sér. Já. Og skólarnir hafa verið langstærsti kaupendahópurinn af Íslendingasögunum mínum, sem myndskreyttu stóru, sem ég hef gert fyrir krakka. Og það sem kom enn meira óvart var að unglingarnir hafa verið að grípa í það fyrir próf. Og ég veit meira sig að sums staðar hafa kennarar ráðlegt þeim þegar erfið próf framundan í menntaskólanum að grípa nú aðeins í endursögnina og fá svona heildarmyndina. Því auðvitað kemur hún ekki í staðinn fyrir upprunalegu gerðina, en hún hjálpar manni að ná svona utanum
það sem að gerast og fá svona heildarsýn. Já, en þetta var nú, þegar maður var að reyna að lesa þetta sko, komast í gegnum þetta, sem nú tiltölulega langt síðan, þetta var nú óttalega torf, mann átti í vandræði með þetta. Já, þetta óttalega torf. Já, og voru skýringabækur með þessu og allt hvaðina sko. Já. Og við vorum að gera náttúrulega, ég ætla bara að segja þau mistök lengi vel í skólanum að dempa þessu beint á krakka og unga og ætlast til þess að skildi þetta. Já. Og það ekki þannig að, og allra síst núna 2016 að krakkar grípi Njálu, Eglu, Laxdælu í upprunanlegri gerð þó það sé skólabóka útgáfa og ekki að tala svona endursögn heldur útgáfa með orðskýringum, þau grípa það ekkert og lesa sér til gagns. Hvað eru þá börn að lesa? Þau að lesa alls konar hluti. Lesa þau? Já. Sko, við skulum ekki tapa okkur í einhverju svartsýniskasti yfir að enginn lesi. Þetta bara það sem að koma í gegnum útvarpinu mér. Já, ég veit það. Þetta það sem allir að segja. Krakkar lesa ekki neitt og strákar eru ólæsir, lesa sér ekki til gagns. Já. Fjórðungur, þriðjungur strákar lesa sér ekki til gagns, sér ekki fyrir þeir hópa strákum alveg bara á leið til glötunar. Og jú. Þeir sjá það líka, þeir heyra það líka, það það versta. Já. En krakkar að lesa töluvert og því miður miklu minna en áður, það vandamálið, lesa minna af bókum, en þau sækja í bara eins og við öll, þau sækja í afþreyingu, þau sækja í það sem fyndið og spennandi, þau sækja í fantasíur, hitt og þetta. Og það þá mestmegnis í gegnum tölvur? Sko þeir sem að lesa á annað borð, lesa bækur. Bókin heldur velli hjá þeim sem eru lestrarhestar. Og hinum þurfum við að koma á bragðið. En stærsti hlutið af því sem börn að lesa svona daglega, það alveg rétt, það í gegnum skjá. Og það þá ekki endilega samfelldri texti, ekki söguþráður, það þá allt frá því að vera bara textaða bíómyndir og upp í að vera leiðbeiningar í tölvuleikjum eða skýringar við myndbönd og eitthvað þess áttar. En þau að lesa þetta allan daginn. Þannig að þau ekki ólæs. Nei. Það sem þau vantar að sökkva sér hún í lestur og fá þessa nautn sem þau þurfa að fá út á bóklistir til þess að langa til að lesa, sem síðan hjálpar þeim í námi að komast í gegnum textabækur. Þín börn, hvað áttu mörg börn? Ég á 3. Já, á hvað aldri? Þau eru 6, 8 og 11 og svo erum við reynda með 2 stór sem ég fékk í bónus, sem eru löngu flutta heimann og komin á 30-aldur. En mínir litlu, þau eru miklu bókaormar. Já, það nú ekki bara að því að mamma að skrifa? Já, til að þóknast mér. Nei, ég meina, þú kannski heldur þessu betur á þeim. Jú, auðvitað. Það það sem skiptir mestu máli. Það eru fyrirmyndirnar heima. Það að þau sjáu foreldrarna lesa, sjáu bækur heima hjá sér og sína þeir gaman að lesa. Þau séu ekki bara að lesa eitthvað hagnýtt fyrir vinnuna eða þegar börnin sjá ekki til upp í rúma kvöldin. Við erum líka voru mikið að gera það að lesa þegar börnin sjá ekki til. Þess að það sé eitthvað einkamál, lesturinn. En lesturinn má alls ekki vera einkamál einmitt. Við þurfum að rífa hann út úr þessu að allir sé að pukrast hver í sínu horni og við þurfum að hjálpa börnunum að tala það sem þeir lesa og smitast á þeim sem eru duglegri að lesa, hvað sem það heima í skólanum. Hvenær byrjar að skrifa fyrir börn? Eða skrifa bara yfirleitt? Ég var að skrifa síðan ég byrjaði að lesa, til gamlar mjög fyndnar sögur sem enginn getur komist í gegnum nema móður mína því að hún skilur stafsetningu 5 ára fólks. Já. En fyrsta bókin mín kom út 2002. Og það hefur... Það var barnabók? Já, ég hef bara skrifað fyrir börn, unglinga, fjölskyldur. Já, það voru reynda 2, kom út sama árið, annars vegar Njála, endursögn. Var það byrjunin? Já, og svo hins vegar Lúsastríðið sem var svona algjörlega í hina áttina, æslasaga fyrir krakka. Þannig að þær koma þarna saman. Það reyndar gefið út einhverjar smásögur fyrir börn. Þú segist að skrifa alveg frá því varst krakki sjálf? Já. Þannig að þetta hefur alltaf verið við þér? Já. Svo kannski maður að reyna að berjast alltaf gegn því svolítið sem í manni að fara ekki strax út í það. Ég tók ýmsa útúrdúra áður en ég fór að gera þetta. Nú?
Ég hérna... Skrifa ljóð og... Nei, ég hef ekkert skrifað ljóð, en ég hef eins og já, það sem ég hef svona mest var að skrifa áður, sem kannski krakki unglingu voru svona einhverjar gamansögur eða hérna... Já, svona atburði sem höfðu gerst, getum við sagt. Pistlar og ýmislegt, ég skrifaði pistla fyrir blöð og útvörp og áður en ég fór að skrifa bækur, en ég, náttúrulega sem unglingur ætlaði að verða eitthvað voða praktist. Fór í menntaskóla og eðlisfræðibraut og viðskiptafræði val og fór svo í arkitektúr heilt ár. Það ekkert annað. Nei, það gagnaðist mér að því leyti að þá sér maður alltaf betur og betur hvert leiðin á að liggja og hvar hjarta slags. Já, þetta hefur bara verið þannig eins og segir þarna sló hjarta og þarna vildur þú vera. Þarna vildi ég vera og ég held að þetta sé svona ágætt dæmi það að auðvitað móta mann allt sem maður gerir mann að því sem hann er. Þannig að það er mjög jákvætt finnst mér að hafa tekið einhverja skrýtna leið. En praktíkin þarf að segja, hugsaður ekki, ætli ég hafi nóg upp úr mér með því að vera barnabokkahöfundur eða var ekki miklu sniður að vera arkitekt? Jú, kannski var það máli, kannski hugsaði ég að það væri ekki starf. Það er erfitt að segja, ég ætla að verða þetta og mennta sig fyrir það. Já. Það er auðveldar að benda á eitthvað sem maður veit hvernig útkoman er. Já. En svo, ég er í menntaskóla á 9. áratugnum, það er mikið svona svolítið upp að tímabil og allir að stefna að verða ríkir. Já. Og svo er það bara ekkert skemmtilegt. Þegar ég var búin að teikna gasleiðslur í heilt ár, þá sá ég að þetta væri ekkert fyrir mig. Já. Nei, þá bara hélstu þínu striki og fórst inn á þína braut eins og þar stendur. Viðurkenndi það að ég ætti að gera það sem ég langaði mest til að gera og fór í íslensku í háskólanum og sökti mér honum miðaldabókmenntir. Hún er miðaldabókmenntir, já. En hefur aldrei verið sagt við þig, já, þú ert að skrifa barnabækur, en hvað gerur þú svo? Jú, það er alls konar svona skrítin komment sem maður fær. Og já, þetta er eitt, já, skrifar barnabækur, en við hvað vinnur þau? Já. Og það er náttúrulega svolítið til í þeirri spurningu, því að það er ekki hægt að hafa upp úr því að skrifa barnabækur, maður verður að vera á launum einhvers staðar. Já. Er ekkert upp úr því að hafa skrifa barnabækur? Það er rosalega lítið upp úr því að hafa skrifa barnabækur því að öll laun rithöfunda eru sölutengd. Við fáum ekki krónu nema bók seljist og við fáum 23% af heildsöluverði. Þannig að í sjálfu sér þá er þetta bara þannig að það er ekki nema einstaka rithöfundar sem að hafa sæmilega upp úr sér. Já, en athuga líka hvað barnabókamarkaðurinn er lítill. Það eru 4.000 börn í árgangi. Ef maður er að skrifa til dæmis fyrir yngstu lesendurna, eins og ég nefndi Blávasorminn áðan, þetta eru kannski 6, 7, 8 ára sem eru undir í hvert sinn. Kannski 2-3 árgangar. 12.000 börn, ef þú selur 10% af árganginum bókina þína, það er það mjög gott eða ekki, selja 10% af hópnum bókina þína. Jú, það er ekki náttúrulega 1200 eintak. Já, það er 1200 eintak. Já, það er kannski 300 krónur eintakið, maður er að fá 1 mánaðarlaun út úr bók. Það er ekki merkilega. Nei. Og svo þeir sem kannski ná allra mest að selja gætu ná þreföldu. Já. Þannig að það er ekki hægt nema með góðum stuðningi eins og listamannalaunum eða hreinlega að vera í vinnu annar staðar, en þá er maður alltaf að skrifa heima á kvöldin eða tegja daginn svo lítið. En þú vinnur annar staðar? Ég geri það. Þú kennir við Háskólann á Akureyri? Já. Hvað kennur þú? Ég kenni... Barnabókmenntir? Já, ég geri það. Já. Þannig að ég get samræmt þessi störf ýmsu leyti, þó að dagurinn tegist stundum svolítið á langinn. Ég kenni barnabókmenntir, ég kenni ritlist, kenni kennslufræði bókmennta, íslenska bókmenntir. Já. Þannig að þetta er svona ýmislegt tengt íslensku og bókmenntum. Er nægur hópur sem hefur áhuga á þessu og er hjá þér í náminu? Það er pláss fyrir fleiri. Það er pláss fyrir fleiri? Í kennaradeildinni, en það er sem betur fer alltaf góður hópur sem vill koma í kennslu, því að þetta er auðvitað fjölbreytt og skemmtilegt starf og ég skil hreinlega ekki
kemur stundum upp einhver umræða um neikvæðni og annað í garð kennarastarfsins. Mér finnst það er svo stórfurðulegt því þetta er svo fjölbreytt og skemmtilegt starf fyrir utan hvað það gefur manni góðan tíma með eigin fjölskyldu. Já, en alltaf nægur forði af fólki sem hefur áhuga á íslensku, bókmenntum og öðru slíku, svona í heildina? Sem betur fer er það og það eru heilmörg tækifæri í því að kenna þetta einmitt víðar heldur en í Háskóla Íslands. Það er mjög sterk deild í Háskóla Íslands sem kennir íslensku, málfræði, bókmenntir, íslenska sögu. En maður finnur alveg þegar það eru einhver svona námskeið hérna, þá kemur fólk. Já. Og það er áhugi. En nú maður skítræddi við þetta, að málið sé að fara fjandans til eða yfir í ensku eða eitthvað þess áttar. Já. Er það þá krakkarnir þínir, nemendur þínir sem að geta reynt að halda utan um þetta og reynda að halda þessu lifandi? Já, við getum sagt að nemendur í kennaranámi, það mæðir mikið á þeim í framtíðinni. Já. Að halda íslenskunni sterkri. Ég held að hún sé ekkert að deyja út sem betur fer. Nei. En það eru ákveðnir þættir sem að er bara því miður rétt af áhyggjur af. Það er fyrsta lagi finnst mér minnkandi tilfinning fyrir góðu máli, fyrir ritmáli og fyrir muninum á ritmáli og talmáli. Já. Og þessi tilfinning kemur ekki nema með miklu lestri og með því að æfa sig að skrifa. Já. Og það er það sem við kannski svolítið gleymum, það er að krakkar þurfa tíma. Þeir þurfa tíma til þess að sökkva sér ofan í bækur og þeir þurfa tíma til þess að prófa að skrifa. Og skrifa eins og vorum að tala áðan. Og við fáum, ég held að séu allir hreinlega kennarar sem að tala við, hvað sem er menntaskóla eða háskóla, sem finna fyrir því að færni nemenda í ritun henni hrakar. Og fáum ritgerðir sem að eru nærði að vera talmál. Já. Og það er þetta sem að mér finnst við þurfum að huga vel að. Og þessu tengist auðvitað þættir eins og orðaforði. Skrifar ekki góðan texta nema með fjölbreyttum orðaforða. Sem aftur kemur úr bóklestri. Já. Þannig að... Talaðu þetta alltaf svona eins og tölvumáli eða þess áttar? Er þetta ekki líka hugmyndaauðgi sem að er stór þáttur í þessu? Þarf ekki að hugsa þá bara meira? Já, hugsa meira, fá tíma. Já. Við erum svolítið að festa tíma þeirra í alls konar þætti. Jú, þau þurfa að hugsa, þau þurfa að lesa og þau þurfa að skrifa, en þess að krakka skortir ekki hugmyndaflug. Nei. Þau eru í fantasíum allan daginn með einhverjum hætti. Brynhildur, þú hefur fengið mörg verðlaun. Unnið til verðlauna, bækurðínar hafa, þú hefur verið á Bessastöðum og víðar að það ekki? Ég hef komið þangað. Já, í stofuna fínu. Ekki þó fengið íslensku bókmenntaverðlaunin. Ekki fengið þau? Nei, ég hef fengið íslensku barnabókaverðlaunin. Já. Sem eru voru og eru veitt fyrir handrit, nafnlaus handrit sem að sendir inn. Já. Sem er svona önnur verðlaun en íslensku bókmenntaverðlaunin. En svo ég fengið líka barnabókaverðlaun Norðurlanda sem er veitt af bókasafns eða skólasafna fólki á Norðurlöndunum. Já. Það var skemmtilegt að... Er það ekki? Jú. Og til Vejle í Danmörku og tók á móti þeim. Já, talaði dönsku? Já. Skandinavísku skulum við segja. Já, en bækurnar hafa verið þýddar líka. Það hafa ekki þýddar mörg tungumál? Njála hefur verið þýdd á sænsku og norsku. Já. Og svo er hún líka til á ensku. Já. En hún var gefin út á ensku hér á Íslandi að mála menningu og það var svona heimilisiðnaður hjá okkur hjónum að þýða hana á ensku og komin út. Já. Hvaðan ertu? Ég er úr Reykjavík. Já. Reykjavík og Hafnarfirði. Já. Pabbi minn er fæddur í Reykjavík og mamma í Hafnarfirði. Og svo aftar komum við í Húnavatnssýslur og Skagafjörð og...
Ölfus, það er allir einhvers staðar frá. Allir upphaflegu sveitinni sko einhvers staðar. Já, en það er, til dæmis í haffiska hluta mínum eru Hafnfirðingar langt aftur. Já, það var nú sveit tíma. Já, það er sveit og síðan þorp og... En varstu í sveit sem stelpa? Nei, Ekki neitt? það ekki, nei. Hvað gerður þá? Bjóstu þá í Reykjavík eða? Já, Í hvað hverfi varstu? Fyrstu 9 árin er ég í Vesturbænum, Hávallagötunni, ólst upp beint á móti Landakotstúninu og Landakotskirkjunni. Flutturðu svo þaðan eitthvað? Já, svo fóru mamma og pappa að byggja eins og allir gerðu á 8. áratugnum. 79 flytjum við í Breiðholtið, Seljakverfið. Og þar var það var svo gjörólíkt sko, þar er ekki gróin gömul tún eða kirkjur, heldur allt morandi í krökkum. Já. Og það var alveg rosalega gaman að búa í svona nýju hverfi og alast upp í öllum þessum barnasæg og nýbyggingum. En hvenær kemur þú svo norður? Svo kem ég ekki norður fyrir en, ég hef búin að vera hérna í 12 ár núna. Ertu búin að vera? Já. Og er þetta vegna mannsins þíns eða? Já, við komum saman hingað. Við maður tekur alltaf einhver útúrdúra eins og ég segi sko, við komum í rauninni frá New York hingað. Leiðin liggur náttúrulega beint. Sko, New York, Akureyri. Akkurat, það er beinleið. Það er ekki hægt að fara New York, Reykjavík, Akureyri sko, þá dagar fólk upp í Reykjavík. Það er auðvelt að fara New York, Akureyri. Já. Og við vorum búin að búa í Albany í New York. Við vorum bara í New York fylkis og komum svo hérna 2004. Þá fékk hann stöðu hérna í félagsfræðinni við háskólann. Voruð þið þá, ég ætla að spyrja þetta hver hann er, en voruð þið þá sko búin að vera þar í skóla eða í vinnu eða? Já, sko, Þóroddur var að kenna, var með stöðu, prófessor í háskólanum í Albany. Já. Og ég var svona meira á, við vorum ekki gift og það er ekki, þýðir það þá að maður getur ekki dvalið langdvölum í Bandaríkjunum. Nei. Þannig ég var á mínu túristavísa. Þurftu að fara heim að 3 mánaða fresti? Já, ég gerði það. Ég var auðvitað með 6 mánaða vísa, en ég var þarna að skrifaði mastersritgerð og skrifaði bók og... Hver er maður þið? Þóroddur Bjarnason heitir hann. Stundum í sjónvarpinu? Kemur fyrir. Já. Kemur fyrir. Og fjallar byggðamál mikið og þess áttar? Já. Hvað lærði hann? Hann lærði félagsfræði í Bandaríkjunum og hefur verið eins og þú segir að sinna landsbyggðunum á krafti síðastliðin ár. Akkurat. Og kennir hann þá eitthvað í þeim dúr? Eða? Hann kennir félagsfræði í háskólanum hérna á Akureyri. Já. Hvernig var að búa í New York? Eða Albany? Og það var bara stórfínt. Já. Alveg stórfínt. Ferðuðust þið Ameríku? Við ferðuðumst svolítið, já. Keyrðum svolítið en Ameríka er stór. Þannig að maður næra að sjá eitthvað svona smá part og maður keyrir og keyrir. Sko. Já, hún er stór. Já. Hún er stór. Hefur þið farið eitthvað eftir það? Já, við hefum farið, nokkru sinnum. Já. Finnst þér, breytist það þjóðfélag? Finnurðu að það breytist jafn mikið til dæmis og Íslands þjóðfélag? Það er langt síðan að ég fór síðast, ég hef ekki farið núna síðan 2007 sennilega. En já, þetta breytist öll þjóðfélag sem betur fer. Kannski ekki alltaf rétt átt samt, finnst manni. Nei. Hvernig finnst þér íslenska þjóðfélagið? Það er erfið spurning. Með margt gott, mjög margt gott. Já. Gott fólk. En svona stóra samhengið finnst maður náttúrulega agalegt þessar stundirnar. Þegar maður fylgist með umræðum peninga í skjóli og niðurskurði í heilbrigðismálum og hækkandi gjöld og það sem stendur mér næst menntakerfið finnst mér bara, ég finnst hafi verið gerð bara atlaga menntakerfinu síðastliðin ár. Og maður finnur það á nemendum og maður finnur það á fólki það hefur verulegar áhyggjur. Já. En hvað gerir þið fyrir utan þetta? Nú sko, lætum við sér þetta það í huga að þið vinni bæði við háskóla, þú ert fæst við ritstörf og hann er með svona fyrirlestur og ég myndi að þið eru alltaf að pæla eitthvað, en svona önnur áhugamál? Já,
Já, þegar við sitjum ekki með fartölvurnar og skrifum og grúskum, Nei. þá við erum voða mikið á skíðum á veturna. Já. Náum okkur árskort og förum í fjallið þegar við getum, með allt gengið. Já. Við erum talsvert á ferðinni, bæði til Reykjavíkur þar sem stórfjölskyldan og svo út. Er maðurinn í þaðan? Já, hann þaðan og já, eins og hann segir sjálfur yfirleitt, að meðaltalið að norðan því að svo eru hans foreldrar úr Húnavatnssýslum og Þingeyjarsýslum. Já. En við erum hvorugt fædd hér eða uppalin. En við ferðumst líka mikið bara innanlands og heldur við sem búin að koma á alla staði, alla mögulega staði innanlands og til útlanda. Það var gaman að spjalla við þig. Sömuleiðis. Tíminn búinn, en ég hef gluggað í nokkra bækur eftir þig. Jæja, gott að heyra. Já, ég er ánægður með það. Gott að heyra. Ég þarf að taka mynd að þig líka. Ok. Taka mynd, eins og ég gerir venjulega. Nú gerist eitthvað. Þú ert í fókus. Já. Takk fyrir. Takk.